Viska til frelsis, 9. kafli, jörðin og umbreytingar. Jörðin hluti af sköpunarverkinu og í raun leiksvið sálarinnar þar sem hún þroskast og upplifir ólíka hluti frá lífi til lífs. Hún líkamnast 100 sinnum og upplifir ólíku svæði jarðarinnar. Sálin velur sér land og svæði til að lifa og búa á í hverju lífi og það sálnaaldurinn og lífsverkefnið sem ráða því hvaða land og svæði verða fyrir valinu í það og það skiptið. Líkaminn hluti af jörðinni og fer aftur til jarðarinnar að lífi loknu þegar sálin yfirgefur líkamann. Fjölbreytileikinn mikill hvort sem það í veðurfari, landslagi og eða menningu. Allt hringrás og sköpunarverk Guðs, vatnið, fæðan og orkan og nóg af öllu fyrir alla. Það í raun ekkert sem eyðist, heldur breytir aðeins form. Ef að ræða takmarkaðar auðlindir, þá væru þær allar uppurnar fyrir löngu, en svo ekki. Sá sem stígur fram og segir að eitthvað af þessu þrennu sé takmarkaðar auðlindir sem við það að klárast, kemur hann upp sig því hann segir þetta til að blekkja og til að hagnast. Veðurfarið hefur einnig hringrás og það skiptist á köld, tímabil og heit. Dagurinn og nóttin hringrás sem og dagurinn, vikan, mánuðirnir og árin. Hefðbundinn dagur í þínu lífi hringrás. Líkaminn hefur aðlagast hverju svæði fyrir sig. Fólk sem fæðist og býr á norðlægum slóðum ljóst á hörund og viðkvæmt fyrir mikilli sól. Líkaminn hefur þannig þróast og mótast í gegnum kynslóðir að því umhverfi sem hann fæðist í. Á sama tíma fólk við miðbaug þar sem sólin mikil og sterk með dökka húð og þétt hár sem ver líkamann á höfuði fyrir geislum og hita sólarinnar. Löndin og menningin ætluð að vera ólík svo sálin fá að upplifa ólíkar aðstæður frá lífi til lífs. Sumar sálir kjósa að flytja á milli landa og heimsálfa til að upplifa ólíkar hluti í sama lífinu á meðan aðri búa á sama stað allt sitt líf. Meðalaldur sálnanna á jörðinni á umbreytingatímum þessar myndir og meðalaldurinn að fara af unga aldurskeiðinu yfir á þroskaða skeiðið. Lífshorf ungu sálarinnar að lifa í samkeppni og sá sem á mest þegar hann deyr vinnur. Þessar sálir búa í miklum drifkrafti og koma hlutum í framkvæmd. Oft á tíðum það því græðgin sem drífur þar áfram og hvetur. Umburðarlyndi og náungakærleikur þurfa oft á tíðum að víkja svo settum markmiðum sé náð. Þetta einkennir það tímabil og ástand á jörðinni sem ríkt hefur að undanförnu þar sem valda og peningagræðgi hafa verið ráðandi. Viðhorf sálna á þroskað aldurskeiðinu meiri samskipti og samvera með öðrum. Fjölskyldan og vinskapur skipta nú meira máli en áður. Þroskuðu sálirnar oft umburðarlyndari og kærleiksríkari en þær yngri. Umbreytingin frá unga aldurskeiðinu yfir á það þroskaða kosta mikil átök og umrót meðan á henni stendur. Gömlu kerfin að víkja fyrir nýrri heimsmynd, yfirvöld munu hafa minna vægi og minni stjórn á fólkinu og það ástæðan fyrir því að yfirvöld að herða tökin á fólkinu þessar mundir. En þetta mun koma tilbaka og fólki mun öðlast meira frelsi síðir. Einnig mikil óstöðuleiki í veðurfari því tíðni jarðarinnar að hækka líkt og hjá mannfólkinu. Allt fylgist þetta að. Margir nota tækifærið og reyna að telja fólki trúum að þessar sveiflur í veðurfari séu af mannavöldum og við því þurfi að bregðast með frelsissviptingum og auknum álögum á fólk. Þetta ein blekkingin sem notuð til að ná meiri völdum og peningum á fólki. Hverri kynslóð ber að ganga jörðina og náttúruna af virðingu og fara vel með þær auðlindir sem okkur lánaðar af skaparanum. Enginn ætti að taka meira til sín en hann hefur not eða þörf fyrir. Þannig helst jafnvægi og allir hafa nóg fyrir sig. Sálin á ekkert hér á jörðinni og allt fengið að láni sem hún hefur not af meðan hún dvelur hér.
Líkaminn er fenginn að láni frá jörðinni og er honum skilað að lífi loknu. Það sem sálin tekur með sér að lífi loknu er andlegur þroski og upplifanir. Yngri sálir einblína á að eignast sem mest af veraldlegum hlutum á meðan eldri sálir sækjast meira í andlegan þroska. En hverjar sem áherslunar eru, þá er hvert líf ákveðin þroski og upplifun fyrir sálina. Sálin fær að upplifa allt það sem jarðneskt líf hefur upp á að bjóða áður en hún lýkur jarðvistinni eftir 100 lífa. Sálirnar ganga flestar í gegnum svipað þroskaferli. Síðan eru lífsýn og skoðanir sálanna ólík eftir aldri.